hlaðfréttir eru boðið póstsins. Ef ég að sendast með pakka, þá það alltaf pósturinn. Sumir gleyma þessu, en pósturinn bara svo ógeðslega áræðanlegt fyrirtæki. Já. Og ef þið getið valið á netinu, þú veist, eitthvað, alltaf velja póstinn. Já, við hlaðfréttabræður elskum líka Ormsson. Ekki gleyma því, kæra hlustendur, að í Ormsson getur keypt flest raftæki. Þetta líka ógeðslega góð verslun með bökunar græjur, alls konar. Nú ég mikill bakari. Já. Þeir eru með hefkörfur og allt sem tengist brauðbakstri, bara þannig að þið sem hafið áhuga á því, svona það eru þeir sérfræðingar í þvottavérum og þurrkurum, Nintendo tölvur, kaffivélar, whatever, bara þjónustunarna eru upp á 10, þannig alltaf velja Ormsson. Komið sæl, það fallegur dagar sem heilsar ykkur hér. Það bara sól og sumar á höfuðborgarsvæðinu. Ég veit ekki hvernig veðrið hefur verið út á landi, en ég hef heyrt að það sé bara nokkuð gott, svona jafnt og þétt yfir landið, og það gleði og fjör og pólitíkin, hún siglir sinn vanagang. Ég bara að venjast í að hafa því svona begg í fötum. Mér þú yngjast aðeins. Æ, takk maður. Er það ekki bara rósa eða hvað? Að yngjast, það er mjög gott fyrir okkur að heyra það, held ég, sko. Já, við erum svona ekkert gamlir, við erum bara 37 ára. Já, en það er samt, skilur, það er betra að yngjast heldur eldast, eða ekki? Svona ef einhver myndi segja við, Fannar, þú ert 45, varur ekki svona, nei. Fólk eru alltaf haldið að ég sé eldri en ég sko. Þú veist, það er alltaf eitthvað svona, já, þú ert svona 42. Og þegar ég var yngri, þegar ég var 20, þú ert 25 ára. Nei. Jú. Já. Það er alltaf verið svona lenskan með mig, sko. Já, svo þegar skeggi kemur, sko, þá... Já, ég er alltaf samt að minnka það líka, sko. Kannski fyrir hann bara að skafa sig. Já, meinar. Má ég tala þetta poppina þessu? Já, bara endilega. Að því að fólk var að tala daginn sem var að smakka þetta. Það er ekki nóg mikið súkkulaði á þessu. En mér finnst akkurat nóg súkkulaði á þessu. Að því að mér finnst þetta ekki að vera súkkulaði popp, mér finnst þetta að vera popp með súkkulaði og það er sem þetta er. Þannig að ég get klára svona poka á sko 20 mínútum. Já, ég er smá sammálaður, sko. Já. Og fyrir það sem pæli hitaeiningum, þá náttúrulega eru minni hitaeiningar eða aðeins minna súkkulaði og maður borða meira. Já, það er svona að ég þetta bara. Þetta er nammið sem ég núna. Varstu ekki að borða þetta yfir einhverju góða sjónvarpsefni í gær? Það horfa á það? Nei, ég var að mála í gær, en ég var ekkert að horfa á neitt. Horfður ekkert á neitt kvöldið eða neitt? Nei. Ég er alveg dottin út hvað er í sjónvarpinu, hvað er á Netflix, hvað er að gerast. Síðast sem við horfum á saman við Heiða, það var The Crash á Netflix sem að Bandaríkjamenn er að missa sig yfir núna. Þannig að mér skrítið að það sé ekki komið inn í kerfið á þér. Ég bara hef svo lítið verið að horfa upp á síðkastið, sko. Maður er bara að sinna, svæfa. Já. Svo bara liggi heilarlaus upp í rúmið eða upp í sófa og bara svona doomskrolla bara og fer svo. En má ég það spyrja, því við vorum með að Gunnar Danin í viðtali í síðasta þætti. Ertu búin að fá það svolítið inn á TikTokið þetta? Geimverufræðina? Nei, ekki mikið. Nei, þannig að það er ekki svona... Það er ekki náð mér, Þú staldrar þá ekki við þær klippur? Nei, ég líka, sko, ég er ekki sterkur á TikTok. Þú veist, Hvað er þetta þá doomskrolla? Ég er bara eitthvað Facebook. Facebook? Já, og dett inn í eitthvað Instagram doomskroll og bara eitthvað á netinu og fréttamiðlum og bara eitthvað... Já. Ég er gaman að bregðu vídjóm. Já, einmitt. Svona fólk sem er að bregða öðrum, sko. Ég er líka mikill bregðari sjálfur, sko. Ég hef alltaf verið mikið að bregða. Já, hvenær varst að bregða? Besta bregðan, sko, svona senstu 10 ár, þá beið ég undir sæng hjá pappa og mamma var komin upp í rúm og mamma var alveg með í þessu og svo kom pappi heim og var að klæða sig eitthvað á jakkafötunum og ætlaði svona að taka sængina og þá stíg upp og hann var svo hræddur, hann bakkaði bara á skápinn heima bara Þú getur drepið hann. Fekk smá samvinskupið þegar hann alltaf er með hjartaði vissin, sko. Já, mitt. Það er bara svo gaman að bregða. Færðu ekki þessa tilfinningu? Það er svo gaman að læðast aftan einhverjum og... Jú, en ég myndi ekki bíða undir sæng kannski heilu klukkutímana eftir einhverjum, sko. Þess finnst mér bregðuvídeó á netinu mjög skemmtileg. Það er náttúrulega eitt finnasta vídeó sem ég séð mitt á netinu. Það var einhver sem klæddi sig sem runni og var að bregða. Hefurðu séð þetta? Já. Og svo lenti hann á þroska eftir konu. Hann vissi ekki að hann er þroska eftir. Þannig að það var ekkert fallegt við það. Því að hún náttúrulega
fór bara að gráta Trylltist. og var mjög ósátt við þetta. Já, mér finnst hann fyndin sko, hérna, það er einhver svona gaur sem hérna, ég held að það sé frá Rússlandi, hann hérna dressaði sig upp sem gamall maður og er svona alveg að drepast í bakinu og labba svona eftir einhverju götu, svo allt í einu svona fyrir hann á 4 fætur og hleypur svona eftir fólki eða svona stekkur okkur ljósastur og byrja að klifra upp í ljósasturinn. Það er þetta hella. Þú varst ekki að búast við þessu og heldur bara sér gamall maður, labba á móti þér svo allt í einu hleypur hann. Það er líka annað sem þú séð bóttið sem er sköllóttur oft í svona jakkafötum eða frakka sem er að mjálma á fólk og eitthvað og það stendur alveg beint fyrir framann að bara Já, þetta er langt sem er þessi góða falda mynda líka bara hérna heima sko. Það er enginn í þessu heima. Þetta var eiginlega bara 70 mínútur og svo bara búið. Þannig að krakkar í dag, þú veist, þau eru ekkert vön þessu, annað en þá bara útlenskt sem er bara ekki íslenskt. Já, það er náttúrulega Bandaríkjamenn eru mikið að þessu líka inn í skilur verslunum. Ég ætla að spá í hvað er að nota, hvernig kameru sko, hvort það sé alltaf gleru eða eitthvað. Já, við reyndum þetta í drömmnum sko, þá tókum við með runna út sko. Það var nú alla runni. Nei. Eða þú veist, það var notaður. Og þetta er ógeðslega mikið vesen að vera með svona faldarmyndaðalar og felaðar einhvers staðar og svo eru yfirleitt þessar myndaðalar miklu stærri og þetta er meira vesen en fólk heldur sko. Já, en mér fannst nú endarlega fyndið þegar Pétur Jón fór í runnabúningin. Já, það var samt ekki svona falin myndar svona eins og maður sér. Nei, þetta var bara bull bara. Bull, já. Hann var bara labbum og bara þykjast vera runni. Það var svona fyndið að þetta var ömulegt skilur. En svona góðar faldar myndaðalar sko. Hvet þá sem er að hlusta ef einhverjum langar að gera hana hendi góða faldar myndaðal. Já, þeir voru búin að finna þetta svolítið upp í 70 myndum að fara bara alltaf á sama stað í Kringlunni og ekki gera eitthvað. Hvernig virkar þetta, þú veist, má maður bara gera þetta og svo bara birtist þetta í sjónvarpinu? En það er maður eitthvað svona elta viðkomandi og herri þetta hérna fyrir sjónvarpið og hérna þú ert að skrifa undir hérna samning hérna, þú veist samþykkur því að vera líkum. Já, nei, kannski ekki á Íslandi. Ég veit ekki hvað það sé eitthvað vesen hér. Ég hef verið í tökum á bara leikinni serju og einhver svona lappar framjá þegar við erum að taka eitthvað upp og þá hleypur einhver framleiðandi og er fyrirgjöð, þú ert hérna í bakgrunni, við erum að gera serju, er að lægja þú, bara tilbúin pappir sko. En fer einhver í eitthvað svona stórt mál út af einhver svona á Íslandi? Ég veit að þetta er gert erlendis vissulega. Nei, en svona ef einhver myndi trillast bara ég er bara að kæra þetta ég veist ekki að ég var í sjónvarpinu Hitt einhvern lögfræðing og farið í málinn og ég held að nenni enginn að fara með þetta svona langt. Já, nei, kannski einhver, ég meina það er til alls konar fólk í heiminum og á Íslandi sem myndi bregðast mismunandi við þessu sko. En situr ekkert í þér þetta viðtali Gunnar Dan eða hvernig svona? Jú og nei sko, ég hafði mest gaman að þegar hann fór hérna á okkur svona flæði egoið og sjálfan sig og hann hafði verið í neyslu og nú er hann hættið því og við erum bara hér og þú veist, samanburður er bara óþarfur og mér finnst það, þú köttaði svolítið á það og fórst aftur, þetta var aðeins aftur í geimverunar hérna Já, kannski, sorry með það. Nei, allt í lagi sko ég bara, þú veist ég veit ekki hvað ég að segja geimverur það er náttúrulega smá þegar hann fór samt í eitthvað að vera 4 tegundir af geimverum reptiles Nordmenn, reptile svona skordýra útgáfa og svo bara the grey það var svona bítu, hvar höfum við þessar upplýsingar en það er, þú veist, ég veit ekki það er fullt af fólki, ég er bara TikTokið mitt bara löðrað í þessu sko. En svo finnst mér líka svo merkilegt sko talandi þetta, ég fekk foreldra mína í mat í gær og ég var ekki að segja þeim frá þessu viðtali þannig að þetta hefur greinilega aðeins sitt í mér og var að segja eitthvað, ég meina bara hérna war.gov sem er bara hérna einhvers konar það er bara hérna bandarska ríkið er bara búið að viðurkenna það að það er einhverjur fljúandi furðulautir sem get ekki útskýrt hvað sem bara er þá UFOs. Þá segir vantarlega pabbiðin eitthvað, þetta er nú bara eitthvað í náttúrunni. Nei, pabbi er ekkert svona skeptiskur og maður er eitthvað svona, þetta er bara kannski geimverur og hann er eitthvað, já, einmitt sko. Þú veist, maður hélt svona, fyrir þegar maður bara krakki að ef einhver myndi koma með svona frétt bara, þetta væri bara forsíðu allra blaða og allir var að tala um þetta og reyna að komast að hvað er þetta en það er eins og öllum sé alveg sama bara. Ég fyrir líka að hugsa þetta sko, ef það kemur eitthvað svona, við erum búin að finna geimveru hún er sett á eitthvað borð það væri náttúrulega ótrúlegt sko. Já, bítu en ef hún er bara skilur smá í lægin eins og kolkrabbi og segir bara skilur, hún er ekkert gáfuð er það ekki öllum drullu sama af því að það gæti bara alveg verið einhver vera sem hún finnur í sjónum skilur.
Jú, það er satt eitthvað við hann komi úr geimnum, þú veist, ef hún kemur úr geimnum í einhverju skipi, bara fljúandi. Já, er bara heimsk. Það var samt merkilegt, sko. Já, þetta er bara, því að við höldum alltaf að geimverurnar, sem við höldum að séu til mögulega, séu gáfaðri og betri og séu fara að taka yfir og eru vondar. Þá verður fólk svolítið uggandi með þetta. Það var alltaf merkilegra, sko, en mér þetta er líka merkilegt að það myndi bara finnast líf á Mars og það væri bara einhver lítil kanína þar auðvitað, eða merkilegt en þú myndir ekkert staldra við það því að það er engin ógnaði, skilur. Nei, en svo er það hitt, sko, það er alltaf þessi spurning, erum við bara ein í þessu endalösa drasli, er bara eitthvað eitt líf á þessari plánetu, ekkert annað neinstar annars staðar. Örugglega ekki, en það hefur engin sanna það eitthvað að það sé líf annars staðar. Nei, alltaf bara, það er ekki séns. Nei, það er mögulega eitthvað vatn sem var einhvern tímann á Mars, skilur, en ég veit það ekki, sko. En svo bara eru flestir bara einhvern veginn að sinna sjálfum sér og í einhverju námi eða í vinnu eða sinna börnum eða eitthvað og bara fólk hefur ekki tíma til að pæla í þessu. Nei. Það er geimvera eitthvað á húsi myndi mikla því að sinna því. En vissulega, skilur, til dæmis, setjum við bara scenaríu hérna að ef allt í myndi koma ykkur geimvera og þau var með einhverja tækni sem til dæmis tæknin að teleporta sér, til dæmis. Og við myndum taka þá tækni þá bara heimsendir, skilur. Ef allt í þú getur bara teleportaði við það, skilur, og allir fara að geta það enda bara eitthvað mjög illa, sko. Þannig að sumir halda að geimverunar séu komnar, við erum með þessa tækni en það er verið að halda þið niður í svo að vera ekki heimsendir, skilur. Ég ætla ekki að loka á það sem ég sagði við talinu við Gunnar en ég þarf einhverja meiri svona sönnun fyrir einhverju svo ég svona trúi. Já, sko, má ég tala meira um þetta? Já, bara elska það. Sko, bara 10 ástæður fyrir því, eða kannski ekki alveg 10 að það var ekki gott ef að geimverur myndi gefa sér fram. Það var einmitt þetta sem við erum að vera með tæknina. Veist, það er þetta að misnota allan fjandann. Samfélagið fær náttúrulega sjokk, trúabröð, hvað verður þau? Svo verður bara vopnakaplöp og hagkerfi geti hrunið því að geimverur eru konum með einhverja orkutækni sem gerir olíu og rafmagn og bara úrelta. Nýjar bakteríur, skiluru, útfarin að vera hjá geimveru, þú veist ekkert hvað hún er, skiluru. Alls konar sýkingar og eitthvað sko. Og svo eru aðri sem myndi bara tilbyðja þessar geimverur og þá eru til svona alls konar klikkaði sértrúarsöfniðir. Já, og svo í svona grunninn geti fólk upplifað tilgangsleysi. Já, bara þetta er bara heimurinn er, geimverurnar eru æðri og okkur og eru til og við erum bara eitthvað, hvað erum við að gera hérna? Já, manni finnst bara svo ótrúlegt að sé eitthvað svona, líka þetta deep state, það sé bara, þú veist, hvað er það? Er það bara svona útvaldur hópur af fólki sem bara eitthvað svona eitthvað, við slum halda þessum upplýsingum leyndum. Og bara enginn búin að gefa sig fram, bara enginn. Það skil ég ekki heldur, af því það er alltaf hótaðir eitthvað, já, geðu fram og drepuðu fjölskylduna hérna. Bob Lazar. Já, hann er eini, en engin sönnun, skilur, nefnum bara eitthvað frásögn. Akkur ekki fleiri. Það er fullt af fólki að vinna þannig, akkur ekki fleiri. Og svo elskum við kranabílin.is. Guðminn almáttugur, ef ykkur vantar kranabíl í eitthvað, bara eitthvað, skiptir ekki máli hvað er, hvað sem er að færa, skilur, bát eða bara heita pott eða ískáp eða eitthvað og þurfa að koma því á milli staða frá AppTB, veljiði kranabílin.is. Svo fátt þægilega en láta senda heim til sín í gegnum heimkaup.is og fylgist þið með hann á síðunni, það er oft mjög góð tilboð í gangi og fyrir ykkur sem viljið ná í þetta þá er heimkaup.is staðsett í Mjóddinni hjá Netto en annars er þetta mjög áreiðanlegt. Ég hef verið að senda heilu kassan af túli heim og þetta er bara snilld. Viltu hlaða húsið þetta góðu rafmagni þá mæli ég með orkusölunni. Fáðu bara stuðið beint heim í stofu, það tekur bara 2 mínútur að ganga frá málunum inn á orkusalan.is. Let's go! Já, það er búið að drepa það fólk, já, en var það ekki þá? Þú veist. Og svo getur þú farið ennþá dýpri í þetta og haldið sko að Jim Carrey sé geimvera sko. Og eins og hann var að tala um Þorgrinn Þráinsson, hann var geimvera. Ég held að skrýta að hitta Þorgrinn Þráinsson næst. Já. Bara bitu. Ég fer svona efast hann, kíkja á augun á honum. Jón Jónsson, hann var líka gott dæmi geimveru, þú veist, fullkomin að mörguleiti, þú veist bara. En vil geimvera vera fullkomin? Er hún ekki bara einhvern veginn?
Já, en hann er svona the odd one out, skilur, hann drekkur ekki, hreyfir svo mikið, börnin hans mjög falleg, góðu söngvari, þú veist, hann er allt gott við Jón, dum. Já, hann geimveran myndi freka vera koma sér betur fyrir, skilur. Allar að finna nafn á einhverjum öðrum sem Já, ég var að hugsa. Geimveran væri þá örugglega Frikki. Frikki væri fyrir svona með mannlega bresti, Jón er alveg með það líka, en veist, það er oft gert grína að Jón sé svo fullkominn að hann er það ekki. Hann gerir engin mistök. Nei. Jón gerir mistök, maður. Já, örugglega. Já. Skapstór. Já. Það er ekki margir sem vita það. Það sýnir það ekkit, kannski á gramminu, sko. En þá er algoritmið þinn væntanlega þá fullur á þessu einhvers konar geimveru og samsæristóti og... Já, og ég svona er að súrna í hausnum bara þetta verður meira og meira og ég bara svona hvert er ég að fara? Já, algoritmið. Af því að þú veist, svo fyrir maður að hugsa öll þessar geimskutlu sem hafa krassað, skilur en ef það eru svona klárar okkur þá að krassa og eitthvað með The Greys okkur þeir alltaf allsberis og okkur ekki fötum ég skildi ekki, sko. Var ekki kalt? En ertu ekki svo þannig þú hefur ekki tíma í þetta, þú varst bara skulda Elmari á fótboltaæfingu og sinna börnunum og kaupi matinn og... Jú. Ég held að það haldi fólki svolítið niðri, sko. Það hefur engin tími í þetta, sko. Fyrir en það kemur einhver geimvera sem er bara stór og vond og allir þurfa að standa saman og drepa hann, skilur. Já, en hvað ætlað þú að gera? Þá er bara bandaríski herinn kallaður út og... En þá væri bara stressaður, skilur. Já. Og ég get ekki gerst, við höldum örugglega áfram að gera podcast og eitthvað, elda mat, grilla. Ég að þegar við vorum líka í þessu podcast að tala um drauma, svona draumar eru svo ótrúlegir, hvað eru draumar, það getur enginn sagt nákvæmlega hvað draumar eru. Nei. Mér dreymdi alveg mjög skrítin draum eftir að hafa talað við Gunnar. Alveg bara mjög skrítin, sko. Og það var svona draumur sem svona átti þessi framhald. Þú veist, mér dreymdi, þú veist, ég martraði. Þú veist, ég fór að sofa 11 og svo bara 40 mínútum seinna, ég var alveg bara stoned out. Bara eftir ég vaknaði úr þessari martröð þá var Vala kvarta, voru að setja síman og silent, þá var hann verið eitthvað ding ding að pinga. Mér dreymir, sko, að ég er í húsinu mínu en þetta er samt ekki húsið mitt og þá voru einhver menn sem voru fullir fyrir utan og ég fyrir eitthvað út og eru ekki vera með læti innan fyrir utan, krakkarnir reyna að sofa og þeir eru alltaf pirraðir og þeir eru vopnaðir og reyna að ráðast inn og ég segi eitthvað, Vala, farið niður í kjallara með krakkana, farið inn í herbergi með krakkana og læstu því af og ég bara sé þetta og ringi löggan og slá chilluð, eitthvað, já, það er engin lögga laus en við sendum bíl kannski eftir hálftíma og ég nei, það var að gerast núna og svo ráðast þeir á hurðina, taka upp eitthvað sverð og stinga eitthvað gegnum hurðina á íbúðinni og ég algjör paniki bara hvað verður krakkana ef þau ná mér eitthvað svo vakna ég og segi völega Vala, ég fekk bara martröð, sko. Hún eitthvað, já og ég var eitthvað svona smá pirraður að hún var svona róleg yfir því en ég fattaði ekki fyrir daginn eftir hvað var ég þá að af hverju var ég að segja hún segir eitthvað svona daginn eftir hvað vildur að ég myndi hugga þig eða hvað myndir þú gera ef Heiða myndi segja Benni, ég fekk martröð myndir þú taka utan um hana eða myndir þú eftir hvort hún var ég fekk martröð eða hvort hún var bara ég fekk martröð þú veist að ég var í svefnrofa, sko, þannig að ég hugsaði svona daginn eftir hvað var ég að biðja frá Völu, var ég að biðja að hún myndi hugga mig allavega, svo fyrir aftur að sofa og draumurinn heldur áfram sami draumur þá var allt í einhvern veginn haglabyssan hliðin á mér og ég er eitthvað farin að verja þetta var mjög skrítin draumur Akkur svona óbeldisfull svona draumur sem ég hafði stjórn á stundum dreymir mann eitthvað sem mann hefur ekki stjórn á sem er bara eitthvað litir og bull og kjaftaði og einhver gamall skólavinnur sem var með í bara fyrsta bekk og maður bara akkur að maður dreyma hann og svona en þarna var þetta einhver svona atburður á sem ég gæti svona haft stjórn á og þá hugsa maður hvað þvæla er þetta að mann sé að dreyma eitthvað Vill ekki Gunnar meina að þetta sé einhverja geimverur að tala til þín en okkur ættu geimverurnar að vera að tala um þetta hann segist fá ýmislegt til sín í draumi, skilur ég man líka þegar vorum að sjó þegar vorum að taka upp háseta seríuna að þá, maður sefur á sjó svona óslega djúpt og þá dreymdi mér stundum bara eitthvað svona dreymir maður ekki þegar maður er í lausasvefni eða?
sko, þessi draumur sem mig dreymir, hann bara gerist snemma, svo er maður heyrt skilur að það er eitthvað svona rem draumar og svo er með svona yfirleitt þegar ég er að dreyma eitthvað þá er það svona, þú veist, rétt á hann ég vakna þá vakna maður upp úr draum en þetta er óslega merkilt að pæla í þessu hvað þetta er sko svo einhver draumaráninga bækur og maður getur googla eitthvað hvað því það að dreyma það blenda, það, en er þetta ekki bara heilin að vinna úr einhverjum upplýsingum og blablabla, skilur já, það getur ekki sagt nákvæmlega hvað þetta er skilur nei, sko já, býtu, má ég sjá já, þetta er í rem eða ekki sem ég veit ekki almennilega hvað þýðir remkablarnir eru lengri sko já, ég held að sé bara ókslega mikið við svefn og drauma og martraðir og eitthvað svona sem við vitum ekki það er léttusvefn, djúpsvefn, remsvefn já, rem er best þá dreymið já, þannig að kannski það er ekki rétt en ég meina, ég var bara sofnaður hana þegar mig dreymir hennan draum og beint í rem bara, það er óalgengt held ég já, ég veit það ekki ég kann ekkert þetta, skil ekkert þetta, veit ekkert þetta og svo er hægt að vera sérfræðingur í svefn því að þú veist, það veit ekki neitt það er bara að vera að giska bara á rem, það er svona djúft og þá segja maður já, þetta er kannski sko svo sem er líka engu skipta máli hvað ég sef lengi þú veist, ef ég næ 9 tíma svefn vakna ég samt þreyttur þú veist, auðvitað ef ég sef 1 klukkutíma eitthvað, það er alltaf verra en minnst ég aldrei vakna eitthvað að vera bara já, góðan daginn, ég er búin að sofa nú er orkan alveg bara í maxi er einhver að vakna þannig, ef þú pælir í bara eitthvað bara vel hlaðin já, þú veist, auðvitað maður þreyttur að vakna ekki óðurlegt ég meina, í nótt svo ég bara fínt sko en ég er samt einhvern veginn svona ég gæti alveg lagt nú eftir fattur þau? Já, þá spyr ég, varst að drekka? Nei af því það er svo margt yfir daginn sko, sem hefur áhrif á svefnum með nóttina eða ekki það er bara hvað vart að borða að drekka hreyfa þig eða eitthvað skilur já, nei, það var bara ekkert þannig ég ger sko það var bara eitthvað rólegt sko en svo held ég líka þegar maður á svona ungbönn að maður sé alltaf að sofa aðeins léttar en maður á að gera sko, að þú ert svo meðvitaður já, getur verið sko ég held að sé en ég meina, ef maður hugsa tilbaka bara að maður var í menntaskóla og svona maður, ég svafi bara fínt þá sko maður var alltaf bara drullu þreyttur á mótana bara já, í menntaskóla já, bara, þú veist, þegar maður var komin eitthvað svona, 25 eða eitthvað já maður er alltaf þreyttur sko hvenær er maður ekki þreyttur? Er það bara það er bara eitthvað svona núna, skilur teneferð það sem þú bara nei, ég myndi segja núna skilur, við erum að taka þetta upp þetta podcast svona 11 þá er svona, ég er komin yfir það skilur en svo seinni partinn þá get ég alveg bara svona, þá gæti ég lagt mig sko já og ég elska að leggja mig sko Ólafur Þ. Harðarsson sagði það nú í góðu kvöldi hann er nýfarinn að leggja sig og þess fyndið að vera orðin 70 eða hvað hann er gamall já og svona aðeins fann að prófa það og elskar það en heldur hann sig ekki bara gleyma heldur hann hafi ekki lagt sig eitthvað svona þegar hann var 30 og eitthvað svona á okkar aldrei nei, þá var hann bara full að læra upp í háskólanum og eitthvað svona dotta jú, kannski hann er algjör svona dottgauður bara svona, getur þú að sopna hvar sem er sko. en nú löng helgi framöndan er eitthvað, ætlaði að gera eitthvað er hún löng, er hún lengur en að já, frídagur á mánudaginn það er eitthvað hvíta, sunnu, blíð eitthvað bla þannig að það er engin leikskóli, það er ekkert allt lagt niður nú Varstu ekki að pæli því? Nei, ég pæli vilt aldrei í svona fyrir en það gerist já, ég líka, en því að þú veist, sýsti mín var eitthvað að reyna að plata mig og völundur að koma norður þá veit ég þetta sko við erum með barnaðamæli, 2-falt barnaðamæli á laugardaginn en mér bóðið það eða? Nei, þetta er svona fjölskylda já, maður þarf stundum að draga línuna sko og það gerum við, eða ekki bara fegin eða Jú, ég minnst alltaf gaman að koma barnaðamæli eða svona þegar nálægt manni alltaf að bjóða upp á túli eða? Já, ætlaði að bjóða upp á túli, það verður fullt af túli fullt af svona nóga poppi já og ég var að hugsa hvort við ættum ekki að bjóða upp á Subway bakkana Herru, það er enda ekkert eðla sniðut að því ég nenni eiginlega ekki búa til neitt heitt eða þú veist eitthvað svona matarkins þannig að þú verður með Subway bakkana þú verður með nammi frá Nóa þú verður með túli og ég er ekkert að djóka sumir finnst skrítið að bjóða upp á túli í barnaðamæli en ég er að keyra móti straumnum og búa til nýja hefð fyrir fólk já, það er svolítið danst sko já og bara klassísku dósirnar eru bara í boði fyrir fullorðna og það er allt í lagi
Ég var ekki til í að halda barnaafmæli sem morfast svo yfir í eitthvað svona nokkrir eftir, það er verið að drekka túle og svo bara ef ekki að grilla eitthvað, já grillum og það breytist í svona fjölskyldu, nei ekki fjölskyldu Djam. Nei ekki djam, rólegur ég er bara að tala um eitthvað svona, segjum að ég myndi halda barnaafmæli sumar, börnin mín reyndar eiga ekki afmæli sumar og svo væri þú að Heiða eftir og kannski eitthvað Boði og Kiara og Teitur og Fanny og hinni farnir og við ekki bara grill eitthvað og svo bara opna annan túli og krakkarnir út að leika og það er heitt úti og það er sól og skilur Já. allir dagurinn saman sko. Það er bara Því ég er oft sem ekki talsmaður þess sko, að þarf ekki alltaf að vera eitthvað plan eitthvað, fara þanga, gera þetta hvað er að fara að gera, ég elska ekkert meira en bara að vera heima hjá mér allan daginn og ekkert plan og skjóta spöð í búð og kaupa ykkur pulsur og grilla þær og svo bara, já, hann er ennþá og krakkarnir út að leika og Já. ég fíla það sko, við erum stundum ósamála um þetta ég og Vala sko, Vala vill oft sko, hún er svolítið svona ævintýra þrá í henni sko, hún vill svona það eru frídagar, nú er löng helgi, þá vill hún fara eitthvað, gera eitthvað, sjá eitthvað Minningar, upplifa Já, og það er bara snild, skilur Börnin. en ég er hinum einn, sko ég elska bara það rólegt og maður er bara heima Já, það þarf ekki að æða upp í sumarbústað þó að sé auka frídagur Nei, ef þú hugsað tilbaka, þegar við vorum litlir var alltaf verið að draga þig hinga og þanga Nei, alls ekki maður var svolítið bara í hverfinu að leika og svo var eitthvað og Já. Við erum svolítið duglega að mikla oft fyrir okkur hlutir En er það ekki nú er af ekki því að draga úr systur minni auðvitað, hún fer bara norður og hefur næst þar sko. en ég fór bara ekki að hugsa í ger En færðu það ekki svona FOMO þegar þú ert á sunnudeginu bara eitthvað doomskrollaði hvað þú gerir og það er allir að gera eitthvað skemmtilegt Nei, alveg heiðalegur ég fæði það ekki sko. Ég er svo sem ekki heldur þannig sko eða þú veist svona smá eða bara einhver hjá einhverjum fossi og það er bara gegn sól og bara, hverju fóru við ekki í þetta og maður er kannski bara inni en það er alltaf bara myndin sem sérð við fossin svo bara Algjörlega. leið og búið að taka myndina þá er eitthvað bara búið að kúki sig það já, er eitthvað já, vesen og bílferðin ömurlega já, og pappin er komin á eitthvað drama pappin er komin á eitthvað drama skiljum, maður sé bara svona þessi ákvörða þá sko. Þannig að Algjörlega, og það er það sem við munum upplifa í sumar þegar við förum í útileguna saman með krakkana ekkert eðla spenntur það verður mikið erfitt það verður erfitt já, en gaman já en ef við kannski sína meira frá því hvað er erfitt En er það ekki bara með allt þú veist bara að koma sér til tenni með 3 krakka er erfitt já. svo á maður kannski eitthvað eitt moment þar sem maður situr með túli við sundlaugabakkann og eitthvað svona hér er gott svo bara gang, kortir setna allt á milljón sko. já, og maður þurfa að minna sér líka á að njóta þess ég þarf stundum að gera já, sko vera present í því sem þú ert að gera við höfum talað um þetta hvernig getur við verið present bara núna njóta nú eru börnin að stækka þau verða gömulegt smá já, við líka bara njóta núna við erum bara að taka upp podcast og spjalla já, það er forréttindi já, bara, þú veist hvað margir hlusta líka, það er forréttindi já, heldur betur sko þannig að, já, bara, já ég get ekki svaraði fyrir þig því að ég kannu það ekki en eins og við núna í gær það var rosalega gott viður í gær varst bara inni Þetta er kannski aðeins annað með mig en þig því að Eistun og Katrín eru aðeins eldri en þú varst samt svo lítið barn sem er mikið inni Hann var bara eitthvað að sulla og leika sér og ég fæ smá Sulla? Já, út á pallinu? Keyptum svona sulllaug einhverja busli henni Já, sko hann alltaf fær minni svona athygli, svona róló-athygli eitthvað svona, nú ætla að klæða hann í föt og fara með nú róló hann greiði svolítið bara eitthvað svona ég ætla ekki að kalla hann fylgilhut en svona fylgilhut ég man bara þegar Eysteinn var jafngamall hann, þá var maður duglegri svona að djöflast með hann á einhvern rólum nú eru þau í sinni rútínu eitthvað svona fara að hitta vinina Eysteinn var í gær einhvern veginn heima og fara á milli vina sinna, svo vildi hann fara á Víkingsleikinn og allir var hann komin heim og hún vantaði pening og svo var hann horfinn bara Katrín var hjá vinkonu sinni og þá var einn heima með hann og þau einhvern veginn símalaus einhvern veginn í hverfinu þannig að maður vill vera heima til að geta tekið á móti þeim og hann hefur vantarlega ekki bara tala líka frá okkar reynslu hann hefur vantarlega ekki farið í svona barnasund Hver? Dagur? Já. Nei, guðmur góður en þú gerir það vantarlega með Eysteinn Bara með Eysteinn Já, við gerum líka bara með Elmar og þetta átti ekki við mig sko. Hún var æðislega konan sem kent okkur
Já, þetta er voða Það fínt er ekkert með hann að gera það neitt sko. Nei, svo ertu bara komin í annar prógram að ferð með eldri börnin í sund og tekur bara næsta bad með þér skilur, í sund, það þarf ekki endilega að fara kafa með einhverju konu ég hef ekki eins og tekið dag í sund sko. Ég er ekki mikill Herðu, við hefum ekki tekið sko. Magnu í sund Nei, ég er ekki mikill sko, Greið stelpan nei, ég held að ég færi aldrei í sund ef ég ætti ekki börn sko. Mér finnst ekki næs í sundi sko. Finnst þér það skítugt eða? Nei, mér er alls saman það sko. Er það nektin? Nei, það er eitthvað svona klórin bara og eitthvað svona að fara í sund og koma sér upp og þurrka sér og fara í föt en alltaf ég fer, þá er það næs en ég er bara svona Sumir segja að maður er bara að fara á kvöldin sko. bara þú einn og bara fara bara á kvöldin, bara slaka skilur það sé eitthvað voðalega næs sko. Já, það er það potið, skilur, hitta fólk í pottinum og vera eitthvað, jæja, ætli sjálfstæðisflokkur myndi meirhluta með miðflokknum já, það getur nú bara gerst það er víst ekki á kvöldin, sko. Það er á mótnana svona rand og tal sko. Kvöldin er fólk bara svolítið að huglega og njóta sko. Þú náttúrulega heppir með það að gera í þínu hverfi er sundlög, sko. Það er ekki í mínu hverfi ég er sko. samt ekki eitthvað oft í henni, sko. Bara eiginlega með börnunum sko. Það er svona að vita af henni er næs eitthvað svona, þú getur labbaði sund þú getur einhvern veginn farið á kaffihúsi yfir daginn og þú getur ég get þetta ekki sko. Þú ert valla með fjöru sko. Eða þú veist það er langt í fjöruna Fossvogurinn er náttúrulega svona vogur þú veist það er við N1 fjara hún er ekki næs, þú fer ekkit ég hef farið í hana sko. Og svo náttúrulega er Nauthólsvíkin ekki nálægt en þú veist það er þetta hjólaðangað eða eitthvað Já, það er svo sem fjara 360 á mér sko. Bara veldu við fjöru sko. Já, Vesturbarinn er mjög næs En það er reyndar fjaran sem er næst mér er Kúkafjara sko. Það er ekki gott að fara á Eru það ekki allar kúkafjörur? Nei, dælustöðin er bara hliðin á skilur þannig að þá er Kúkafjara En þetta er vist bara eitthvað svona á höfuðborgarsvæðinu Svo bara eins og fer austur Þú veist, kúkurinn fer bara beint út í sjó sko. Það er bara rör og bara allur kúkurinn bara beint út í sjó Já, langt Nei, ekkert endilega sko. Það er bara kúkur út um allt þegar ég stend á bryggjunni hérna hjá Mjóveri á Eskifirði og horfi svona þegar sjórinn er þannig að maður getur séð bara á botnin og séð maður bara klósettpapír bara, þú veist, í þarunum og öllu Það er enda alveg næst í dæmi og þú ert búin að syndi yfir þetta með þess Já, og þetta er vist bara hvað þetta er bara svona og kúkarur var hérna miklu styttra hérna í gamla dag þá gerir vala mín sér það að leik að veist, sturta niður einhverju drasli hlaup út í fjöru og sjá drasli kom bara, þá var bara mjög nálægt sko Svo var rörið lengt skilur þannig að í flestum fjörðum í kringum Ísland er þetta bara svona Er það fiskarnir hann að borða kúk og bara Já, ég er í hvernig borðið kúkinn en kúkurinn er bara þetta, sko, ég skil þetta mörgu leiti þegar þú ert í svona litlu bæjarfélagi og það er ekki eins mikið álag á klósettinu skilur Þá kannski dreifir þetta sér og ferðu von í einhvern straum sem að ítir þessu burt skilur en hérna er það ekki tækt sko. Það er svo mikið álag sko. Ég meina á Eskifirði búa ég man ekki hvað 500-600 manns eða kannski meira eða eitthvað, ég man það ekki alveg já. Allir kúka, allavega eins og dag kannski halvu kílói Mesta álæði Þetta er bara 400 þetta er bara hálft tonn af mannaskít sem fer bara á hverjum einasta degi út í sjó Þegar þú segir þetta svona sko, Skilurðu? þá er bara Eskifjörður fullur af skít Ég ekki bara Eskifjörður, bara allir firðir á landinum eru bara útdataðir í kúk en svo fer kúk, þetta er bara lífrænt skilur svo fer bara kúkurinn Já, það er flóð og fjara og straumar og svona Já, bara hverfur eitthvað inn einhvert í burtu sko En hvað er það sé lengi að sko verða það engu? Já. Ég er mjög snöggur sko Það er bara Já, það tekur enga stund sko Já, það var sko Já, þau hafa lengst þessi rör það er alveg rétt hjá þér sko en hérna mæntalega þess að dælustöðar voru það til, jú, við erum litlir það voru það til en það er spurning, já, ég manlega eftir að ég var að leika mér hann í kringum hvað dælustöð Hún saxar kúkin niður brýtur hann upp og sendir hann svo út vökva sko eða vökvaform, já Þess er alltaf að segja við mann að maður er ekki að sturta niður hérna blauðþurrkum en þá gera það samt ég skal alveg viðurkenna það hér og þið mig alveg skammast út í mig, ég gera það það kemur ekkert á óvart að þú gera það sko ég á vin sko sem ég ekki að nafngreina sem bara gerði það alltaf þannig að ég var ekki, þú mútt ekki að gera það er bara stípla klósetið hann henda alltaf, þú veist þú búið með klósetpapir, þetta brúna ég veit hvað þetta er sko setti það bara í klósetið og sturtaði því niður svo hann í sjokki að klósetið hans var stíplað já, brúna þykka ég bara brúna endurinn á klósetpapirinum bara brúni pappirinn það er helvítið þykkt saman
bara sturtaði því niður. Hvort er verra það eða blauturka? Ég held blauturka því að hitt fer, skilur bránar eða hvað maður segir. Blauturkan er alltaf stíf. Já, því ég er náttúrulega skeinir með blauturkum sko, ég talaði með áður í þessu podcasti. Já, það er dýrt að vera þú. Já. En svo er fólk vissulega henda sko, mér líður illa sko, ég hendi ekki neinu nema bara pappír. Ég er svona ekki einu sinni sko, svona hvað heitir það, bómul ekki það, ég er ekki það nota bómul. Nei, ég skil hvað það var. Já, skilur það. Já, ekki mat en einu. Eða með mataleifar eða eitthvað. Í klósett? Já, ég ger það. Nei, bara í vaskinn sko. Skafa af diskonum og klóstið stundum. Nei, hættu þessu sko. Í alvöru? Nei. Jú. Af því ég nenni ekki að fylla lífrana ruslið af einhverju gúlarshakki. Nei, ekki þá vera með lífrann drusl. Það er bara venjulegt drusl. Jú, ég náttúrulega hef sagt það oft í þessu podcasti að ég er mjög latur að flokka. Já, samt þetta með lífrann. En núna er ég með 3 tunnur og það er helviti fljótar að fyllast. Þannig að ég er fann að flokka aðeins betur. Þetta gúlas ón í klósettið? Já. Ég veist það nú helviti tæft. Nei, þú veist, ef þú ert með ógeðslega blautan mat, eitthvað svona afgang af hakki þú veist, þetta er bara svona ræpa, skilur við. Og að því nú er ég með 2 klósett á heimilinu og annað klósett er bara mjög nálagt eldhúsinu, þá fer ég með diskana inn á klósett og skafa af diskonum ón í klósettið og sturta niður. Og ég hugsa bara, þú veist, er það eitthvað verra en kúkur, skilur við? Bara gúllasúpa? Ég þarf að melta þetta þessar upplýsingar því að ég held sko að þú sért einn af fáum sem gerir þetta. Ég held að enginn gerir þetta sko. Já, svo fer ég náttúrulega með diskinn bara inn í eldhús og setja hann í þvottavél. Þetta er svo mikil tvíverknaður. Nei, þetta er ekkert verra en að skafa þetta hún í ruslapoka og setja það. Þá ertu þar, skilur við? Þú þarft að labba á klósettið. Já, en því ég hefur ekki lent í þú setur í lífrænarruslið og svo tekur pókan upp og hann bara svona allur blautur. Ég hættu með lífrænarruslið. Já, ég er bara stoltur að þér. Já, eða þú veist, ég flokka mjög mikið en lífrænarruslið eftir bara, maður er með 3 börn, það gengur ekki upp. En ég er ekki að sturta niður pítsasneiðum eða einhverju svona þannig. Þetta er meira svona. Þú velur þá tikka masala eða eitthvað svona eftir hvað er í matinn. Já, þannig. Kjötbollur daginn sturta þeim niður í klostið. Kjötbollu afgöngum. Mér finnst þetta eitthvað rámt. Veit ekki hvað það er sko. Nei. Já. Já, en ég held að fólk sé ekki að þessu, svona mitt gísk. Það er alltaf gangur á því, en við ætlum að vera með skilabúða. Svona í lokin? Já, ég bara hvet fólk til að eiga góða helgi. Já, vá, ég var að segja það sama. Og ekki vera með samvinskupið ef þið eru bara að fara að chilla heima. Eða gera ekki reskat, það er svo næs. Gera ekki neitt, bara að vera heima. Bara að chilla. Fara út á svalir, fá sóluna, kannski göngutúr í kringum húsið. Og let's go, sko. Já, ég klárið það. Já. Takk fyrir, verið sæl, heyrjum þetta mánudaginn.